Já, bara náttúrulega, sko fyrir áleika vorum við alltaf passífir og vorum eiginlega ekki þannig séð því við vorum góður í sko ágætis shape á okkur en vorum kannski ekki alveg þátttakendur í leiknum. En svo náttúrulega fer leikurinn bara út í einhverja rugl þarna á einhverjum 5 mínútum þar sem að upp á þurru fáum við víti og svo bara 5 mínútur seinna erum við konum 2-1 undir. En seinni hálfleikurinn var mjög góður okkar hálfu. Þá svona náðum við smá kontról á boltann og eðlilega við erum einu fleiri en það er ekkert auðvelt að spila á móti liði sem liggur líka tilbaka, við erum þó við séum með 10 menn en bara ég er bara mjög stoltur af strákunum, það var skemmtilegt moment fyrir okkur. Svona, ef við förum aðeins út í þetta rugl eins og við kallar þetta, fyrra víti sem þið fáið, sástu hvað gerist þannig í aðdragandanum? Nei, ég sneri mér akkurat undan og bara, ég bjóst náttúrulega engan við að það væri eitthvað að fara að gerast, því hann heldur bara boltanum og mér skilst hann að bara kýlt hann í andlitið bara upp á þurru, en ég hef ekki séð þetta sko. En svona, hvernig leið bara í þessar 10 mínútur sem þetta rugl var í gangi? Já, það var bara, skilurðu, hugsanlega út af því við vorum lítið búin að vera með boltan og svona lítið þannig sér inn í leiknum, þeir voru ekkert að skapa, við vorum svona helduðum ákveðlega, en þeir voru náttúrulega mikið með boltan og svo allt í einu erum við komin yfir og einum fleiri og við það stundum riðlast leikur liða þó þau séum einum fleiri, þá kannski hefur stundum smá áhrif á framlag leikmanna en í rauninni eru mörkin sem við fáum síðan á okkur eru bara hálf komísk sko, þannig að ég bara, svona bara fótbolti, en þetta var bara mjög skemmtilegt kvöld fyrir okkur taka þátt í, náttúrulega frábært mark af Víði síðan sem hann setur og óbúinn skora ekki annað síðan. Nákvæmlega bara, hann kom inn á og svona, maður sá strax bara svona á þessum 5 mínútur sem var inn á, bara skoraði og... Já, þú meina þeir sem kom inn á stóðu sig bara mjög vel, þannig að bara góður hópur sem við erum með, erfitt að velja lið og erfitt að velja hópinn. Svona, staðan á hópnum, eru þið búin að loka? Já, ég held að við séum nokkurn veginn búin að loka hópnum, þannig að en maður veit aldrei hvað gerist. Svona á þessu undirbúningstímabili búin að koma mörgum á óvart, hlýtur að vera ánægður bara með hvernig það hefur gengið fyrir sig? Já, við erum bara búin að vera á mjög flottum stað í vetur og já, bara ánægður með strákana, menn eru að leggja sig fram og eru að reyna að fylgja planinu sem við erum að setja upp og bara flottir strákar, mikið af svona strákum sem eru svona að stíga sín fyrstu skref líka, þannig að þetta er bara skemmtilegt verkefni. Takk hérlega. Já, takk sömuleiðis.